Herrið, það þá fyrirlestur 3 í vegforritun árið 2022. Við ætlum að byrja á því í dag að fara yfir verkefni 2, en það er búið að vera aðgengilegt núna síðan fyrir viku síðan, rúmlega, og ég ætla að reyna að halda þessum takti. Þannig að verkefni 3 er núna aðgengilegt. Þið getur fundið að þið fara að skoða linkinn sem er gefinu upp, en ég seti það ekki fyrir næsta mánudag. Saman með þetta verkefni, ég seti það ekki officially fyrir núna eftir fyrirlestur. Sendi ykkur tölvupóst með tilkynningu það. Það er samt búið að vera þarna, þannig að þið gætu alveg verið búin að skoða þetta. Ég veit bara ekki að þið séu kannski að reyna of mikið á okkur eða fara óhrætt á undan, en þið getið það ef ykkur leiðist, ef það er lítið að gera. Þetta verkefni er með þessi 3 markmið helstu að vinna með HTML-element, bara prófa að skrifa HTML, bara ákveða, hafa einhvern fyrirfram gefinn texta og þurfa að finna HTML-element sem make sense fyrir það. Síðan það að nota þennan HTML validator og huga því hvernig HTML er skrifað og þá bara að fá einhverja villur í hausinn, þurfa að laga þær, keyra þetta aftur og bara keyra þetta tól og fá svona tilfinningu fyrir því hvernig þetta á að líti út. Og síðan að hugsa aðgengi og nota AX-tólið. Og þá það orðið svona eitt annað tól sem við setjum upp, sem það þannig að við setjum það upp í browser og við keyrum það á það sem við erum búin að skrifa og sjáum hvort það sé einhverjar villur. Þannig að eins og ég er með það hér, þannig ég get opnað hérna, ég get farið í AX DevTools og ég get keyrt það bara á þessa síðu og þá fæ ég hversu mörg issue, 53 issue hérna hjá GitHub. Okay? Þetta er samt bara að keyra tólið. Þó að segja 53 issue, þýðir ekki að það séu 53 alvöru issue sem þýðir að það sé bara ekki hægt að nota GitHub með skjáleysara. Þetta er svona eitthvað, þetta er bara tól og við þurfum bara að skoða það sem kemur út á tólinu og taka afstöðu til þess hvort að þetta sé eitthvað alvöru eða ekki. Ég ætla svo sem ekki að vera að fara yfir þetta, en hafið það bara í huga. Þannig að í sýnilausninni sem ég gef út, þá eru 2 atriði sem eru í raun flögguð af tólinu, en ekki alvöru issue. Þannig að hafið það í huga þegar þið að fara yfir og ef þið að lenda í einhverjum vandræðum, skiljið ekki skilabúðin, skiljið ekki okkur ekki losnað einhverju villu, bara googla, spyrja samnemendur, spyrja mig, spyrja dæmendumekennara. Ekki eyða of miklum tíma í að vera hérna, að það er alltaf leiðilegt að heyra bara eitthvað, ég var bara í 2 sólarhringa að reyna, ég svaf ekki yfir þessum villum og bara eitthvað, já, það var þetta og bara eitthvað, já, ok. Þannig að spyrjið svona eftir að þið eru búin að reyna ákveðið mikið. Það var náttúrulega mjög erfitt að finna þessa línu, ekki eyða 3 klukkutímum en ekki heldur eyða 30 sekúndum. Þetta er einhvers staðar þarna á milli og þetta er bara að finna taktin í þessu. Og oftast það bara googla og ef þið fáið eitthvað á Stack Overflow eða MDN þá er það bara mjög gott. Bara passið ykkur, sérstaklega á Stack Overflow, athugið ef þetta er svar frá 2010 þá kannski setjið smá spurningamerki við það. En annars er þetta bara sem forritari að googla daginn út og inn og manst ekki allt sem er að gerast. Það er ekkert að því. Ég googlaði örugglega 4 hluti bara fyrir hádegi í vinnunni í dag. En það sem verkefni snýst er að setja 4 síður og tengja þær saman og hafa einhverja svona valmynd og búa bara til vef. Þetta er bara vefur með efni. Og þetta er forsíða, umsíða með aðeins lengri texta, könnunarsíða með einhverju formi og svo einhver bókasíða með töflu af bókum. Það var að benda mér á þann, það vantar þessa skrá. Ég gleymdi minni að setja þetta upp að setja hann inn, en ég setja hann bara inn á eftir. Ég ætla að nota það hjá mér svo ég gleymi ekki aftur. Svona. Og þetta er einhver inngangstexti og eitthvað yfirleitt með vísum í aðra síður. Svo einhver mynd sem á að birta. Og svo er önnur síða sem er með ennþá meiri texta og ef við skoðum hérna, þá er hann nú vonandi þarna. Jú, já, hann heitir forsíða, ekki index. Ok, þannig að ég laga heitið sem ég vísa í. Hann er þarna. Þannig að ef við skoðum það, þá er þetta textin sem á að vera á forsíðunni. Ok, og svo erum við með og þá sjáum við eins meiri texta. Hér er einhver tilvitnun, hér er einhver fyrirsögn. Hér er einhver raður listi, hér er einhver forritakóði og hér er einhver vísun í Wikipedia artikul Python forritunarmálið. Síðan erum við með
forritunarmál og þetta bara langur listi, 171 lína af forritunarmálum sem við ætlum að gera aðgengilega í gegnum form. Ég aðeins að fara fram með mér hérna. Það sem sagt, þetta hérna, könnunarsíða, þar sem við ætlum að setja upp form, sem að form þá eitthvað sem við getum slegið inn gögn og seinna meir, gert eitthvað við þegar við ítum á, senda eða eitthvað. Og þarna ætlum við að geta valið úr þessum forritunarmálalista og svo ætlum við að vera með eitthvað meira stika, svona range sem við getum dregið fram og tilbaka, eitthvað textabox og eitthvað reitur sem leyfir að velja skrá, sem dæmi forrit og svo eitthvað meira hérna. Þannig þetta ætti alltaf að vera bara mjög sjálflýsandi, bara lesið hennar texta og þið ætti að fá þá lýsingu sem þarf til þess að geta unnið verkefnið. Eitthvað óljóst, heyrið í mér. Síðan ætlum við að vera með bókasíðu, þar sem við erum með lista af 10 bókum og við förum hérna aftur í gögn. Og þá sjáum við hérna, þetta 20 bækur, en þarna þetta á comma separated values listi, CSVAF, sem mikið notað í svona gagna að deila gögnum. Og þarna sjáum við að stökin eru skipt á milli með semikomu. Þannig að við fáum heitið á bókinni, semikoma, höfundur, semikoma, slóð á bókina. Þannig að þetta á að setja upp þannig að slóðun á bókina á heitið á bókinni og svo kemur höfundurinn við hliðina á. Ég tók svo ekki eftir því fyrir en ég var búinn að setja saman lista að hérna, þetta var bara eitthvað listi sem ég fann á Goodreads og eitthvað svona, að þetta náttúrulega bara einhverju hvíti kallar sem eru búin að skrifa þessar forritunarbækur og það náttúrulega svolítið þannig. Það eru mjög fáar því miður bækur skrifaðar af konum en ég ætti að gera betur og finna einhver, til dæmis eins og Kathy Sierra sem skrifaði mjög góða bók hönnun forrita sem eru svona hugsað til hérna notandans, þannig ég afsaki það. Þannig að þetta eru gögnin og við ætlum að skoða núna eftir hvað við getum gert í ritlinum til þess að þurfa ekki bara að taka þetta hérna og bara byrja á fyrstu línunni, skrifa eitthvað fyrir framann, næsta lína, skrifa eitthvað fyrir framann. Af því að við erum í rauninni með textaritil sem bara fjári gott tól til þess að vinna með texta. Þannig að tökum þetta líka sem tækifæri til að læra á hann. Ok, þannig að þetta verkefnið, þannig að þetta svona miklu meira kjöt á beinunum í þessu verkefni en í fyrsta verkefninu. En þið ættu þá að sjá að þetta alveg sama síðan sem þarf að gera. Það þarf að setja þetta upp á Netlify, það þarf að setja þetta á GitHub, það þarf að skila þessu svona á eitthvað, nema núna bara með actually einhverju skemmtilegu. Já, svona, fyrir einhverja skilgreiningu á skemmtilegu. Þannig að það HTML validatorinn sem við skoðum að þessi seinasta tíma sem við ætlum að nota til þess að passa upp á þetta sé allt í lagi, Ax sem ég var að sýna ykkur áðan og það bara keyra það áður en skilið. Það bara, það mjög, þú keyrir einhvern tímapunkti, hélst þetta var allt í lagi og svo skilaru, en nei, gera þetta líka áður en það búið. Taka til, hreinsa allt upp, svo skila. Þannig að hérna þetta og þetta ætla að vera á síður/bækur HTML, þessi ætlar að vera síður/könnun HTML, síður/HTML og þessi hérna forsíða index HTML í rótinni á möppunni. Þannig að ef við förum og opnum bara, nú lokaði ég hérna, þess að ég var búinn að klóna, ég ætla að opna hérna kód á desktop, það mappa sem heitir VF1, stækka þetta líka svo þið séu hvað að gera. Þannig að ef ég keyri þetta þá opna ég núna nýjan kódritil sem á desktop möppunni. Og hann kemur hér og þá erum við með þetta dæmi sem við tókum í seinustu viku, sjáum hérna mjög fyrir 7 dögum síðan, fyrsta útgáfa, við púsum þessu inn. Þannig ef við setjum upp struktúrin eins og hann á að vera í verkefninu, þá myndum við búa til hérna möppu sem heitir síður og undir því myndum við búa til .html og undir henni myndum við líka búa til könnun.html og bækur.html. Svo erum við aðra möppu sem í rótinni sem heitir myndir og inn í henni í raun mynd. Þannig að þið ætlið ekki að færa til myndina, þið ætlið að vísa á hana bæði úr umsíðunni inn í þessa möppu og að forsíðunni inn í þessa möppu. Og það kemur eftir til þetta hvernig búum við til svona relatívar slóðir þegar við erum að vísa í hluti. Ok,
og ég viljandi ekki að gefa ykkur neitt útlit hérna og það tekið fram að þetta snýst nefnilega ekki útlit, það næsta verkefni. En ef þið kíkið í næsta verkefni þá kannski sjáu þið smá útlit. Og þið þurfið ekki að hugsa útlit. Þess vegna bara svona, þetta bara að setja upp HTML-ið. Af því að við þurfum að negla þetta inn í hausinn á okkur. HTML-ið merkingafræðilegan strúktúr á gögnunum okkar. CSS útlitið sem síðan sett ofan á þessi merkingafræðilegu gögn. Og þetta eru tveir aðskildir hlutir. Að vinna með HTML ekki að vinna með útlit. Að vinna með CSS ekki að vinna með merkingafræðina í gögnunum. Já, svo ætla ég að taka sýningur dæmi frá því í sama verkefni í fyrra það hvernig við getum notað ritilinn. En áður en ég held áfram einhverjar spurningar. Skýrt. Þannig að í fyrra var mjög keimlíkt verkefni þar sem það snerist að setja upp gögnin fyrir bara tölvunarfræði skorina á hi.is og þar var líka gefin einhver gögn. Þar var til dæmis gefið tabla hérna yfir í raun kúrsa í tölvunarfræðinni og það var gefið listi af framhaldsskólum á Íslandi. Þannig að byrjum að þessu hérna einfaldara dæminu og segjum að ég ætla að fara hérna og ég ætla að afrita bara allan þessan hérna lista og ég ætla að setja þennan lista upp núna í einhverju. Ég ætla að gera eitthvað við hann. Ég ætla bara að láta birta hann einhvern veginn. Þannig að setjum hann bara hérna á síðun okkar. Setjum hann bara hérna á halló síðuna. Þannig að ég setja hérna og ég ætla bara að paste þessu inn hérna. Þannig að nú fæ ég bara lista af þessum skólum. Og núna það sem kannski svona brute force leiðin. Ég ætla að setja þetta bara allt í paragraf eða eitthvað. Ég ætla að setja þetta í unordered lista sem mjög svona bara mjög eðlileg leið til að setja þetta fram. Þetta bara svona bullet listi af einhverjum skólum. Þá myndi ég ekki byrja bara eitthvað, jæja, nú ég bara byrjaður á þessu hérna og fara svona niður línuna. Þetta virkar og þið getið alveg gert þetta ef þið getið sparað eitthvað tíma og þið getið gert þetta á jafn löngum tíma og það tók mig að gera þetta. Þannig að ég get farið og blokka hérna og blokka hérna. Ég get farið í selection og ég get sagt add cursor to line ends. Þá ég komið í raun bara kursora fyrir hverja einustu línu. Ég get gert command click hérna, gert lík, gert command hérna, svona. Og ég búinn að gera þetta í staðinn fyrir að hafa gert þetta línu fyrir línu fyrir línu fyrir línu. Þannig að svona getum við bara með því að gert þetta hérna, þetta hérna, getum við nota textaritilinn okkar til þess að vinna vinnuna fyrir okkur. Tölvur mjög góðar í að endurtaka sama hlutin endalaust. Við sem manneskjur finnst það mjög leiðilegt og við erum dottin í að gera eitthvað allt annað eftir 3 hluti. Þannig að svona, segjum svo að ég ætla að þyrfti einhvern hluta vegna afrita versló, þá get ég gert hérna, það shift option niður hjá mér, það kopja línu, þá get ég bara kopja línu eins og ofta ég vil. Og svo get ég líka bara svona, blokka línu, halda henni shift og farið upp og eitt þeim, backspace. Þannig svona að vera nota minna músina og meira lyklaborðið og finna svolítið fyrir því, hvernig ger ég þetta áður en að þið grípið í músina og farið að draga eitthvað svona til. Af því að ef þið byrjið fyrr að gera þetta, þá verðið þið fyrr svona keyboard ninjas. Ótrúlega fljótt og það með þess að til hérna Studio Code Keyboard Shortcut Trainer eitthvað. Þið getið séð hérna öll þetta, svo var eitthvað svona, ég skal finna hérna, það var svona leikur þar sem að þið eru eitthvað svona kalla lappi gegnum heim og eða gera eitthvað. Og eftir því sem þið gerir eitthvað ákveðna skipanir þá komist þið áfram en verðið betri líka að gera editorinn eitthvað. Það getur reyndar hafa verið fyrir Vim. Og ef þið viljið virkilega fara með þetta upp 10 level, þá farið beint í Vim. Af því að Vim snýst bara það að nota lyklaborðið. Það hittir hægt en ekki eingöngu. Sjá. Ok. Svo annað sem við getum gert þegar við erum með svona. Segjum sem svo að við erum með þetta hérna og við erum með hérna
svona. Og við erum með gögn sem einhvern veginn, svona í einhverju formi sem við getum horft á og við getum séð hérna, ok, það er eitthvað form á þessu. Nú sést það mjög illa, en hérna á milli, sést kannski aðeins betur þarna, svona föl píla, en ekki fölur punktur eins og hérna. Sjá, ef við skiptum yfir á þetta, sést það ekki, svona, sést það ekki aðeins betur hérna. Þessi hérna píla versus þessi punktur hér. Nú þarf ég að muna hérna appearance render white space. Svo ég er með þetta hérna, ef ég setja þetta svona, þá hverfur þetta. Af hverju er ég með þetta? Út af því að white space, karakterar sem eru ekki sjáanlegir en hafa samt einhverja merkingu, og þá sér ég bil sem við notum mest og svo að íta á enter-takkin sem í new line eða á hérna í Windows það return _n. Þetta escape sequenceið fyrir takkan. Þetta stendur fyrir new line og þetta stendur fyrir return. Þetta svona í Windows, þetta svona í macOS og Linux og þetta stendur bara fyrir búðu til nýja línu. Og þegar þessi stafur ekki svona á þessu escape formi, þá hann í raun bara það að það sé ný lína hérna. En svona, þetta hérna stendur fyrir return, carriage return og bókstaflega frá því þegar ritvélarnar voru og þú ert að slá tilbaka þegar þú ert að gera nýja línu. Hann bókstaflega merkir það. Þannig að þetta svona, sagan svona djúpt inn í mörgu í tölvunarfræðinni. En allavega, síðan höfum við þennan hérna staf sem tab stafurinn. Þannig að ef ég ít tab á lyklaborðinu mínu, þá fæ ég 2 bil. En það út af því að ég með að stilt þannig að tab alltaf 2 bil. Og þá komum við aftur inn í þetta space versus tabs. Hinn endanlega, óendanlega þrætuepli forritara. Hvort notar þú spaces eða tabs? Þá það hvort notaru spaces til þess að draga inn. Ef ég gerir hérna if eitthvað, svona, nota ég 2 bil, eða nota ég 4 bil, eða nota ég 1 tab. Af því að alltaf þegar ég nota, þá ít ég alltaf á tab-karakter sem hérna. Þannig að það þetta. En nú sjáum við hérna gögnin, við sjáum hvernig þau eru og ég get farið núna og ég get valið hérna þennan tab-karakter og ég get gert selection og ég get gert duplicate selection. Nei, ekki það. Ég er að reyna að gera hérna add next occurrences. Add next occurrence. Það þýðir að hún segir finndu þetta sem valið og veldu líka næsta sem svoleiðis valið. Þannig ef ég ger það, þá hoppar hún og finnur næsta tab-karakter. Þannig að það undir hérna, ef ég hérna og þetta þetta command D hjá mér, en ég hef gert svona og ég er búinn að velja núna alla þessa karaktera. Þannig að núna eins og ég var með sér strik, eða nýjan kursor fyrir hverja línu. Nú er ég með 2 kursora inn í línunni. Þannig að þá get ég gert eitthvað ákveðið, eins og til dæmis hérna ætla ég að segja, ok, þetta á að vera TD og TD, svona. Og þá get ég horft á þetta, ég ætla líka að slökkva á line wrapping, ég ætla líka að fela þetta hérna. Þannig að þá sé ég hérna, ok, og svo fer ég hér, þá ger ég bara command til hægri og ger ég TD hér og svo ger ég command til vinstri og ger ég TD hér, svo ger ég TR hér og svo ger ég TR hér. Og þá er ég búinn að núna forma þetta inn í töflu sem þá table row, table data og table data. Og svo get ég gert format document ef ég er búinn að setja upp hérna prettier og þá hoppar þetta í þetta. Þannig þarna með því að setja upp nokkuð tól, veit aðeins hvernig ég er að nota ritilinn minn, þá get ég verið mjög fljótur að vinna með gögn. Meikar þetta sens? Þannig að þetta er það sem ég mæli með að gera, en það er samt ekkert sem segir að þið megið alveg gera þetta í höndunum, að copy-paste línu fyrir línu. Það er ekkert að því. Ég bara mæli með því að þið hafið þetta í huga og byrjið að æfa ykkur í svona hlutum, að þetta er svona eins og með æfinguna, að við verðum ekki góðið í svona með æfingum. Og þá verðum við bara svona, puttarnir okkar fara að læra hvernig ger ég svona skipun.
og þá, þú veist, ef maður bara fljótari að þýða hugsanirnar sem maður langar að breyta í kóða eða hvað sem maður er að gera í gegnum lyklaborðið á skjáin. Einhverjar spurningar tengd á þessu? Seinasta með verkefni, það er í raun búið að vera núna holskefla af GitHub innvætum sem er búið að dynja á mér og dæmitímakennarunum. Og þetta er ekkert endilega sustainable model sem ég er búinn að setja upp. Þannig að það sem ég talaði í seinasta tíma að ég ætti að byrja á því að setja verkefni 1 upp sem sé repo. Ok, það er flott, þú veist, þið eru búin að gera það. En núna væri örugglega betra fyrir ykkur og geðheilsu okkar allra að búa til eina verkefna repo sem við síðan búum til möppur inn í, sem við síðan vísum í þangað til að við komum upp á verkefni þar sem að það verður kannski erfiðara og þá bara dílum við það þegar við komum þangað. Það sem við getum gert þá er í raun að segja bara eitthvað new folder hérna, ég ætla að kalla þetta WAF2 og ég ætla að taka bara allt hérna og hendi inn í þetta og svo ætla ég að fara og ég ætla að sjá hvað Git segir mér að ég sé búinn að vera að gera. Og þá stendur hérna að ég er búinn að delete þessu út af því ég færði skrárnar. Það er í raun einn þeim og ég bjó til nýja skrár inn í WAF2 möppunni. Þannig að núna ef ég bæti við öllu, þá bæti ég við því að eyða skránni og ég bæti líka við því að búa til möppuna. Og ef ég ger aftur Git status, þá sjáum við núna að við fáum í raun nýjar skrár. Og svo pikkar hún líka upp núna að þetta var ekki raun delete hérna því að þetta var actually rename og hann var í raun endurnefnd index.html yfir í mappan WAF2 index.html. Okay. Þannig ég ætla að segja bara commit breyta möppu struktúr. Okay. Og ég ætla að git push, þess að senda þetta yfir á git push, GitHub. Okay. Það er komið og ég ætla þá að kíkja á þetta hérna, þar sem ég var með þetta repo hjá mér hér. Og þá sjáum við hérna, nú kom bara WAF2. Ef ég fer inn í það, þá er ég með þessa möppu sem við vorum að færa inn í og skrifa eitthvað inn í. Og þá ef ég fer núna inn í Netlify, ég ætla bara að búa til 4. útgáfuna af þessu. Ég ætla að segja bara import an existing project. Og sjá svona VF1 2021 VF1 rétt aftur borgar sér að laga svona þegar maður lendir í því. Þannig að það sem ég þarf að breyta núna er í raun að setja hérna base directory yfir í WAF2. Þannig að það þýðir í raun í staðinn fyrir að horfa bara á rótina á þessu verkefni sem við erum að tengja, horfið á þessa möppu sem er inn í því. Og ég gerir deploy site og búm og þá er komið forsíðu hérna og það er í raun, það er ekkert WAF2 hérna í slóðinni hérna uppi. Þannig að þetta er svona. Þannig að þannig getum við í raun búið til eitt repo, búið til dæmitímakennarunum minni og ekki þurft að hafa meira áhyggjur af því. Það er bara komið. Þannig þá... Ef við erum búin að skilja verkefni 1? Já. Sko, þið getið gert það. Þið getið búið til nýtt repo og haldið þessu sem við vorum með. Eða þið getið bara í raun breytt repóinu, endurnefnt það yfir í bara verkefni eitthvað og fært það sem við erum með það yfir í WAF1 og þá er í raun innvætið ennþá til staðar. Slóðin breytist það ekki? Jú, þá þurfum við að laga þetta hvernig deployða Netlify. Þannig að þá myndum við fara í það sem við erum búin að setja upp og... Nei, þið þurfum ekki að breyta því að þessi slóð hérna eins og Singy Soufflé er í rauninni það sama nema ég þarf að fara inn í Site Settings, Build and Deploy og þá sjáum við hérna er þessi Publish Directory og ég þarf að gera Edit Settings hérna og þá myndi ég þurfa að breyta hérna. Þetta verður tómt hjá ykkur og þá myndi við setja möppu heiti sem er þá WAF1. Þannig slóðin breytist ekki? Nei, en hún myndi breytast þá fyrir næstu skil. Spurning? Er þetta verið nokkra Netlify slóðir? Já, er þetta verið með nokkra Netlify slóðir? Já,
ég er hérna með núna 3 slóðir sem eru allar að vísa í sama repóið. Netlify alveg sama, það bara býr til 9 og 9 og 9 og 9. Er það svona að spá, já. Þannig að þá getur við, og þú veist, það alveg til þarna hluti, til dæmis ef við varum núna að búa til eitthvað verkefni saman, þar sem við ætlum að vera að gera einhverja og ég að gera eitthvað og þið að gera eitthvað og við erum öll að publisha á GitHub, þá getum við nota GitHub pull requestur sem virkar á branches í Git til þess að vinna í einrúmi en síðan sameina. Þannig að við ætlum að skoða það núna, þú veist, aðeins seinna, en þá getur Netlify verið þannig að allt það sem við erum að gera í einrúmi, það býr til svona sér deploy fyrir okkur. Og það getur verið mjög töff, þannig að við ætlum að segja hérna, það þetta hér, ég gerir git checkout b nýr feature, þá komin nýtt branch og þá sjáum við hérna nýr feature og ég ætla bara eitthvað að segja þetta á að vera varúð nýtt eitthvað. Þá þetta hér, git add, git commit, nýr feature, geggjað. Svo gerir git push og þá segir hún, herru, ég veit ekki hvert þú ætlar að setja þetta nýr feature branch. Það ekki til á origininu, sem þetta á GitHub. Þá kemur hún hjálplega með þetta. Við setjum þetta svona, hendum þessu inn. Og þá þetta komið og þá fáum við hérna bara link, þannig ég get hoppa beint hingað. Og þá get ég farið og búið til þessu pull requestu. Og ég get séð hvað búið að breytast. Þannig að við sjáum hérna, eins og ég sýndi ykkur aðeins í fyrsta tíma. Ég get séð hérna og ég get farið og ég get rætt hérna. Veit ekki með þetta eitthvað svona. En það sem að Netlify gerir á meðan var í raun hérna deploy previews að Netlify út af þetta tengdu GitHub pikkaði upp og ég að gera þetta og ég fæ hérna deploy preview þar sem ég get farið og þá fæ ég aðra slóð hérna open deploy preview þar sem ég með þetta og þá sjá ég hérna deploy preview 1 Singi Soufflé en gamla slóðin fyrir í raun það sem í lagi og þú veist solid ennþá hér. Þannig að þannig getum við verið að prófa okkur áfram en samt séð og samt verið með vefinn okkar lifandi á meðan við erum að vinna í einhverju. Og þetta gerir það verkum í raun að svona samvinna í gegnum GitHub mjög næs. Ertu þá að hugsa stærri verkefni eftir 3 ár? Það verður bara að gera nýju branch í staðinn fyrir nýtt repói? Já, segjum svo að við ætlum að skrifa saman bók eða eitthvað og þú fær kafla 1, ég fær kafla 2, þú fær kafla 3 og svo getum við séð bara eitthvað, hei, hérna, svo getum við senda okkur, strákar, hvað finnst ykkur kafla 1 eitthvað og þá getum ég lesað hann eins og hún kemur út. Ég breytti aðeins CSS-inu, ég gerði þetta meira næs eitthvað svona, setti blikkandi myndir og eitthvað og ég bara eitthvað, ok, textin góður en út með þessar myndir. Og þá getum við átt þau samskipti í þessu. Þá getur þú tekið það, já, ok, ég breyti þessu, pússa 9, þá uppfærist allt saman. Og gömul komment þetta út og þetta verður bara svona umræður það sem við erum að búa til. Sem mjög skemmtilegt. Eitthvað fleira? Hvaða komment gerður þið hérna til þess að pússa bara sem preview? Hvaða komment gerði til þess að pússa bara sem preview? Það sem ég þurfti í raun að gera var að búa til svona pull request. Og til þess að búa til pull request þá þarf ég að búa til branch og þá gerði ég í röð, gerði ég git checkout -b sem þýðir gerði checkout á nýju í git -b þýðir það ekki til, búða til og svo kemur nafnið hér. Okay? Og þá býr hún það til og checkar þið út. Við getum líka gert git branch nafnið og svo git checkout branch name. Það bara, þú veist, þannig gerum við 2 skipunar í einni skipun. Síðan bara vinnum við eins og við viljum, git add, git push og þá fer það á branchið og svo þegar við viljum núna fara aftur og vinna í main sem kannski bara, þú veist, bókin okkar eins og hún útgefin, þá fer ég hérna og þá í raun þetta hérna dottið út. Ég fer aftur og þetta poppar inn. Þannig að Git heldur utan alla söguna á öllum skránum og öllum breyttum skrám og öllum breyttum möppum fyrir okkur. Og hún bara skiptir á milli þegar við skiptum á milli bransa. Þetta gera pull request áður fyrir þetta? Nei, þetta bara virkni í Git. Pull requesta virkni í GitHub. Þannig að þar kemur í raun þetta
Git bara þetta kerfi, version control system, og meðan GitHub þjónustuaðili sem býður upp á aukna virkni ofan á GitHub og nýtir sér í raun prótókólin sem Git útfærir. Hvernig pushar þú svo þessu á main? Þá get ég farið og ég get annarkvort verið hér og sagt bara hérna eitthvað og til í þetta og svo ger ég merge pull request og þegar ég gerir það þá tekur í raun GitHub þetta, tekur þessa alla breytingarna sem eru þarna og hendir þeim yfir á main branchið. En þá kemur hérna, við erum kannski aðeins komin fram á okkur en það er bara fínt. Ef ég væri núna búinn að fara á main og ég væri búinn að segja eitthvað hérna, herru, upprópunarmerki á ekki að vera hérna, þetta á tæknilega að vera svona. Við segja git add punktu, git commit, laga upprópunarmerki, nei, það er laga bang, svona. Þá er í raun búinn að gera breytingar sem áttu sér stað eftir að við erum búin að búa til bransið. Og þá fer ég hérna inn og nú kemur í raun hérna þetta sem er oft svolítið skerið þegar maður sér, að nú getur Git ekki, það veit ekki hvort viltu. Það getur ekki séð í raun á endanlegan máta hvernig ætti í raun að mergea saman þessum tveimur breytingum. Þannig að þá fáum við það sem kallast merge conflict, sem þýðir það er eitthvað sem stendur í vegi fyrir því að við getum mergea saman þessum skrám. Þannig að þá er það bara, þú þarft að resolva þetta áður en þú getur mergeað þessu. Og þá getum við gert hérna resolve conflicts og þá fáum við þessa markera hérna sem eru hérna merge conflict markerar og þeir segja, ok, hérna í nýr feature þá er ég með þessa hérna línu en á main er ég með þessa hérna línu, ég get ekki blandað þeim saman, þú verður að laga þetta. Þannig að þá verður ég að segja, ok, lagið er svona og svo fjarlægi ég þetta. Þannig að eftir stendur það sem við erum búin að segja svona á þetta að vera. Og þá getur ég sagt hérna markers resolved og þá kemur hérna commit merge sem þýðir í raun það að hafa tekið þessa aðgerð, taka eitthvað skjal og eitthvað annað skjal og mergea þeim saman í eitt skjal er í raun eitthvað nýtt. Og það að segja commit merge er að committa þessari sameiningu. Þá segir ég commit merge, tekur smá stund, og þá fæ ég hérna, ef ég fyrir committin hér, þá fæ ég það sem ég gerði, en svo fæ ég þetta hérna sem er merge committed, sem segir þetta er það sem gerðist þegar ég sameinaði main og nýr feature. Spurning? Þú ert að vinna á einhverju öðru bransi, þú ert að vinna í einhverju öðru feature og mainið er búið að breytast, það er einhver annar að vinna í einhverju öðru. Viltu ekki frekar bara púlla þá mainið til þín og sjá hvað þú getur rönnaði með því nýju featureum áður og gerir eitthvað samt? Jú, það er einmitt. Spurningin var að á ekki frekar að púlla inn á bransið main áður en við fyrir að gera eitthvað. Þannig að jú, það væri að þegar núna, við erum bara með texta sem er bara allt í lagi og brásunum er alveg sama þó það var einhver HTML villa eða eitthvað, en ef við erum alltaf með Java forrit og við höfum óvart sett inn hérna eitthvað skilgreint tölustaf sem streng og þá bara bildar forritið ekki, þannig að þá er main í raun mun ekki bilda ef við myndum committa því. Þannig að þá var í raun ábyrgi hluturinn er alltaf að taka þessa sameiningu yfir hingað, þannig að þá myndi ég koma hérna git checkout nýr feature og þá segir hún hérna, heyrðu, þú ert eftir á, þú verður að pulla. Þá segir ég git pull, sæki breytingarnar, þá fæ ég merge breytinguna og þá núna locally prófa ég alla hlutina. Þá myndi ég prófa að keyra bildið, ég myndi prófa að keyra einhver lint eða HTML validatorinn eða eitthvað. Svo myndi ég kannski sjá, úps, það er villa, ég mergeaði þessu vitlaust. Við laga það, setjum commit og pússa því og síðan yfir á main. Af því að við gerum það öfugt, þá er allir main sem allir er að vinna út frá, brotinn og allir er mjög fúlur út í þig fyrir að hafa brotið main. Og það er alveg svona stórt. Já, Óli braut main í morgun, á nú meiri kjárinn. Þannig að þegar þetta allt er búið, þetta getur alveg verið mjög langur tími sem þessi brönns geta verið og þessi pull-requesti geta lifað. En þá á endanum mun einhver fara og segja, merge við main og þá getur það verið hérna eða ég get farið, hérna
og ég get gert git merge nýr feature sem er í raun að segja, hei, taktu bransið sem er þarna og smeltu þið inn í main bransið. Og þá vitum við núna, þegar við erum búin að leysa úr merge konfliktinu, að það mun bara ganga. Og það er nákvæmlega sama myndi gerast þegar við myndi gera merge pull request hér. Nefnum að þá gerum við bara gegnum GitHub, hittir í gegnum git command line interface. Og svo svona, þegar við farin að gera þetta, nú ætlum ég ætla ekki að fara út í það, þá kemur hérna eitthvað svona sem heitir squash og merge og svo er til annað sem heitir rebase og merge. Og rebase er mjög áhugavert, það tekur þessa hugmyndafræði sem ég var að gera hérna og segja, ok, hvað ef ég hefði búið til þetta brans eftir að þú settir þetta commit, þannig ég ætla að time travela, taka all commitin sem komu og setja þau síðan á undan breytingunni minni. En þá getum við samt alltaf að lenda í merge konfliktu og það er aðeins erfiðar að leysa úr því. En núna, mergeum þessu og þá er hérna, þá er oft svona sko, maður sendir á fólk, herri, er ekki í lagi eitthvað svona og þá kemur hérna, looks good to me, eða svo fyndi sko að það er það sem þetta stóð hérna upprunalega fyrir, svo koma nýjir forritarar, let's get this merged, eru sem við lesum þetta þannig og það er svona, en LGTM er bara eitthvað, looks good to me, bara eitthvað thumbs up og svo er svona, það er til þess að ship it íkornin, hann er hérna, ég veit ekki alveg hvaðan hann kom og svo er þetta oft hérna líka rocket, þannig að þú veist svona er þetta oft sem að maður segir, þá var maður bara eitthvað, yes, nú get ég loksins farið að klára þetta, hendum í sér loftið og komið. Og þá er oft gott hérna að eyða bransinu til þess að í raun að taka til eftir sig. Og þá förum við núna yfir á í raun þetta og þá sjáum við að það er búið að hendast inn alveg fullt af einhverjum commitum hérna. Þetta var það sem ég gerði þaðan, svo er þetta hérna nýr feature það sem ég lagaði, svo mergeaði ég og svo mergeaði ég pull requestinu inn. Þannig að við það að mergea pull requestinu inn, þá tók ég öll þessi hérna commit og hendi þeim yfir main. Þannig að núna er í raun main með alla söguna, yfir alla breytingarnar, líka þetta sem við gerðum í bransinu. Þannig að þá getum við hort yfir rebóið okkar og séð hvernig hugbúnaðurinn okkar var til. Og svo er þetta í raun bara á við öll rebó á Git. Þannig að við getum farið og það sem er áhugavert er hérna W3C notar GitHub þannig að fyrir frekar hérna þannig hérna er bara W3C hérna er bara CSS Working Group Editors Draft þannig að þetta er bara það sem er verið að vinna í fyrir CSS hér eru bara skjöl sem eru bara öll skjölin á staðlinum fyrir CSS og þið getið séð að það eru fólk hefur smá issues við CSS 2400 og þá getum við farið og við getum séð hérna þarna er fólk bara eitthvað, leggja eitthvað til en svo getum við líka farið hérna og skoða ok, hvað er að fara að koma í CSS grid eitthvað add range notation og þá er þetta bara að fólk að nota nákvæmlega þetta sem ég var að sýna ykkur nema bara á stærri skala með fleira fólki til þess að eiga samræður og síðan á endanum mergea inn í CSS staðalinn nýjum stöðluðum hlutum. Og hérna er bara fullt. Hérna er bara, þetta er komið og ég get alveg farið og kommenta hérna. Ég hef bara ekkert að segja. Það er ekkert sem stoppar mig samt. Looks good to me, ship it. Herri, þá skulum við taka okkur pásu og byrja aftur klukkan 10 mínútur í.